Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Hæ, til hamingju með þennan fimmtudag. Alltaf hamingjusamlegt að fá svona fimmtudaga. Fimmtudagar og sunnudagar eru mínir uppáhaldsdagar. Ég er í stuttbuxum aftur. Það er svaka heitt úti, sólin skín, ég er sveittur og mér langar í ís. Þannig að ég ætla að búa til ís fyrir ykkur. Fyrir mig og þegar mig langar í ís. Þið sem eru youtuberar og eitthvað svona matarpervertar svona eins og ég, þá hafið þið séð þetta einhvers staðar en þetta er kannski fyrir hina. Fyrir þá sem þekki ekki til. En allavega, þá ætla ég bara að byrja. Kom ég ekki með. Ok, komið hérna. Ég keypti nokkur jarðarber. Belgarnir eru svolítið frægir fyrir jarðarber. Svo er ég með bláber. Þeir eru ekkert sérlega frægir fyrir bláberin sín, en þau eru til. Og svo er ég með frosna banana. Þetta er bara allt sem þarf. Nú þarf ég eiginlega bara að hafa hraðar hendur. Af því að ég þarf að choppa þetta allt niður. Sko, ég lét jarðarberin og bláberin aðeins inn í frysti. Bara til þess að kæla það, ekki til þess að frysta þau. Ég heyrði einhvers staðar að græni endinn á jarðarberinu sé rosa góður fyrir hjartað. Svona eitthvað. Svo skellum við þessum bláberum með. Þetta er sexy. Svo er það bara aðeins að gera þetta auðveldara fyrir blandaran. Matvinnsluvél væri betri, en já, ekki svoleiðis. Þegar ég set svona banana í frysti, þá læt ég það fyrst bara á svona disk í sikkoru lagi. Þá haldast þeir svona í sundur, þeir eru ekkert fastir saman. Þeir eru einstaklingar. Ef það er eitthvað sem er að vera einstaklingur. En nú erum við komin á dýpri stað heldur en ég er búinn að vera með ykkur á. Svona. Skellum þessu í. Núna er þetta allt svona eitthvað í hliðunum og eitthvað. Skellum þá smá berg í honum. Sjáu þið þennan bleika lit hérna bara. Sjáu þið alveg, þetta er farið að mynda svona ísstemningu. Sko, eins og ég sagði áðan, matvinnsluvélin er alveg pottþétt betri í þetta. Nú þarf að flytja þetta yfir í skál. Það má helst ekki blanda þetta of lengi heldur því að þá hitnar. Öll hugmyndin með frosti bara farið. Skellum við þessu inn í frysti og svona á 10 mínútna fresti hræra aðeins í þessu. Því að hann náttúrulega frýs fyrst hérna ofan á
og svo hérna í kring. Þannig að þegar þú svona hrærir í honum þá fer frostið svona aðeins meira inn á við og verður þá þar af leiðandi svona meiri svona ískendur. Geggjað. Hörru, ég ætla að fara með þetta niður í frystin. Ísinn er tilbúinn. Hann er búinn að vera svona 2 klukkutíma inn í frysti og svona 20 mínútna, hálftíma fresti þá er ég búinn að svona hræra aðeins í honum. Bara svona þannig að hann kom ekki svona frostlag bara á toppinn. Nú þarf ég að flýta sér, það er svo heitt hérna. Svona einhvern veginn. Svona einhvern veginn. Svona gerir maður ís. Egill, viltu ekki ís? Endilega takk. Komdu, það er ís. Þetta er hérna Egill, þetta er bjúrókratadansari. Við hefum það sameiginlegt að fólk vill fá okkur að dansa. Er ég bara að þjóðstarta hérna þess? Já, byrja bara. Þannig að Egill er hérna í heimsókn, hann er hérna, ég lít svo fancy út núna, hann er drónatökumaðurinn minn. Það er ég að segja mikið núna? Nei, bara amateuradrón. Já, amateuradróna, því að þetta er amateuradráttur. Skál. Herru, skál. Líst vel á það? Hörru. Hvað er? Smá sumar í kón. Endilega, þrælholt, fyrir utan kannski allt hérna brauðið og eitthvað. Hérna, endilega, likeið, deilið og sharið. Svo fólk viti hvernig það var búið til aðeinslega góðan ís. Hefði mátt vera aðeins lengur en í frystið, eða ekki? Já, það fer bara, ég ætla að fara eftir hvernig maður vilja hafa. Já. Hvað er stíl á þessu? Já, ég ætla að hafa svona. Það er svona svolítið mjúkar, maður er að flýta svolítið. Svo verður hann bara mjúkur í maður. Og mjúkur og komandi út, kannski líka. Hörru, gaman að sjá okkur. Við ætlum að fara bara að borða ís. Skál. Skál.